Já, ég komin hérna til þeirra í rafíþróttadeild Ungmennafélags Grundarfjarðar. Hér bara heil deild sem að skipuleggja og halda utan starf sem að snýra rafíþróttum og við ætlum að taka Sirrí og lofttali og heyra út á hvað þetta stórmerkilega rafíþróttastarf gengur. Hvernig að vera formaður Ungmennafélags? Það ótrúlega skemmtilegt. Það ótrúlega skemmtilegt og mikið af verkefnum og náttúrulega nýjasta afurðin okkar rafíþróttirnar, búin að taka mikinn toll. Nú Ungmennafélagi með alls konar starf. Ungmennafélögum voru í gamla daga, þá var þetta glímur eða glímufélög og svona mikið, svo þróast þetta auðvitað. Hvað færð þú mörg svona undir félög í fangið? Við erum með 3 deildir undir okkur. Við sjáum almennt barnastarfið, svo erum við með meistaraflokk í körfu, meistaraflokk í blaki og svo erum við með klífudeild. Og það var við stofnuðum klífudeild bara í júlí í fyrra og erum eitt af stofnfélögunum sem var að stofna klífur Samband Íslands hjá ISÍ. Já, það öflugur hópur þar. Já. Þið þurfuð auðvitað að vera að lesa salinn eins og allir aðrir og allt í einu dettið þið niður á rafíþróttir. Var það aldrei spurning eða? Nei, þetta kom upp á stjórnarfundi í fyrra, þessi hugmynd, og hún var bara slegin. Þetta mánaðamót í júlí, ágúst. Og svo förum við bara af stað og við vorum 2 sem voru búin að hlusta podcast, það sem var að vera fjallir rafíþróttir og þar kom nafnið Arnar Hólm fram og við bara settum okkur í samband við hann og ákveðum að ráða hann bara sem ráðgjafa. Þannig að hann búin að vera okkur innan handar í öllu ferlinu. Og hafið þið fundið fyrir miklum áhuga hjá iðkendum? Mjög mikinn. Við erum með 30 iðkendur sem 1/3 af grunnskólanemendum. Og eru skipulagðar æfingar? Já, við erum með 3 hópa og aðalega krakka á Grundarfirði en við erum líka með krakka úr Staðarsveit, 2 krakka sem koma þaðan. Þannig að það rosalega mikill áhugi. Ég held að við gætum, ef við færum af stað með 4. námskeið, þá gætum við það. En ég held að við gerum það svo sem ekki fyrir eftir áramót. Út á hvað gengur þjálfun í rafíþróttum? Aðalega bara að ýta undir heilbrigða tölvunotkun og heilbrigð félagsleg samskipti á milli tölvunotenda, svona aðalega Leikurinn kannski sjálfur dálítið aukatriði. En við erum auðvitað með keppnisleiki, skotleiki, bílaleiki og fleira. En aðalega gengur þetta út á að við erum að bara kenna þeim að leika vel saman, vinna vel saman sem hópur, að samskipti séu heilbrigð, að þau beiti sér svona líkamlega heilbrigt, teygja fyrir æfingar, hita eins upp, hrista sig í gang, fá sér duglega að drekka vatn og þess að það bara heilbrigð lífstíl, heilbrigð tölvunotkun. Já, þannig að það í rauninni bara sama með þetta og aðrar íþróttir innan Ungmennafélagsins að leggja. Já, í raun og veru. Já, venjulega eru 5 til 10 mínútur af líkamlegri upphitun fyrst og spjalli á meðan. Síðan tökum við svona korter til 20 mínútur í skipulagðri æfingu, hvort sem að þá ferði í einhvern leik og gera það sem þjálfarinn segir þér að gera, hvort sem að þið farið í Fortnite og þið eigið að aldrei fara út af mínimappinu hjá hver öðrum eða þið farið í Minecraft og núna allir hjálpast að búa til parkourbraut eða hvað og síðan þegar korter 20 mínútur af skipulagðri æfingu búið og þá venjulega fara þau upp á sér vatnssopa, teygja þess úr sér og fara svo í frjálst spil. Og þá fara venjulega, einhverjir fara að æfa sig saman í Fortnite, einhverjir fara í Rocket League og svo 1-2 sem að fá útrás fyrir sköpunargleði og fara í Minecraft og byggja einhver rosalegt. Gaman að þjálfa svona? Þetta rosalega gaman, Þannig að því miður þá mæta alltaf allir á æfingar, þannig að ég fæ aldrei að leika mér sjálfur á æfingum, sem væri alveg gaman, en þetta stórskemmtilegt og sérstaklega, venjulega ertu með í þessum hópum, þú ert með 2-3 krakkar sem leika alltaf saman, en þegar maður nær að brjóta eins upp hópana, en svo við erum einn hóp af 3 rosalega góðum Fortnite-spilurum sem vilja bara spila þeir því saman. En þegar við náum í æfingarhlutanum, þegar þeir eru ekki frjálsir, við brjótum þá upp og þeir þurfa að spila með einhverjum öðrum, að það rosalega gaman að sjá hvað þeir gera svona aðra betri í kringu sig og kenna alltaf út frá sér og hinir krakkarnir eru svo spenntir, bara núna, ég fæ að spila með þessum og þeir eru alltaf að vinna, þeir eru alltaf að gera svo gott, þannig að það verður mjög gaman að sjá upplifunina og svo sem líka sumir krakkarnir sem að maður heyrir að sé að stríða hver öðrum með eitthvað svona utan skóla, að það ekkert þannig í gangi, þau verða einhvern veginn meiri vinir hérna út af því að, veit ekki, það erfitt að vera
leiðilegu við eitthvað sem að bæði situr við hliðina á þér og þú ert að treysta á að revive þig ef þú deyrir í tölvuleiknum þínum. Þannig að það verður rosalega, andinn hérna inni er búin að vera rosalega góður og mér finnst hópurinn svona verða meir, svona ristast meira saman og verða svona vingjarnlegri hver að öðrum bara í hverjum tíma, sko. Það er mjög jákvætt. Þið eru með alveg rosalega góða aðstöðu. Er þetta ekki bara með betri rafíþrótta aðstöðum á landinu, eða? Þetta eru rosalega góðar tölvur, góði gripir og svo bara vel sett upp hérna. En þarna við fáum bæði nýtir framhaldsskólinn hérna á svæðinu, nýtir þessa aðstöðu. Þeir eru með 2 hópa sem eru, 2 áfanga í rafíþróttum og þeir nýta þessa aðstöðu. Og svo er líka hægt að leigja aðstöðuna út fyrir það sem hafa áhuga og það er einmitt hópur af rafíþróttaiðkendum með þjálfara að koma úr Reykjavík núna helgina og ætla að vera hérna laugardag og sunnudag og pröfa hérna að vera út á landi með nýja ljósleiðarann okkar, sko.